Góða kvöldið og verið velkomnir í pallborðsumræðu Gulir í gegn, podcastþáttur íslensku þjóðarinnar. Við erum komin með Guðbjörgu Eyjólfsdóttir, Ásrúnu Helgu Kristjánsdóttir og Magnús Már Jakobsson. Afmælisbarn dagsins, gefa hann gott klapp. Það eins gott að Víðilíð sé tilbúðum ekki, þetta allt klárt fyrir þig ekki? Í Víðilíð, hún klár. Ekki komin aldur. Það sem við ætlum að gera, við ætlum að fá tímavörð, Gylfi. Tímaskylfa. Og við ætlum að byrja það, við ætlum að reyna að hafa þetta eins professional og mögulegt þóttu við sem ekki sérfræðingar. Á ég ekki að gera þetta til tilfinningu bara? Nei. Ok. Nei. Við ætlum að byrja því að kynna, til að kynna sín framboð. Það hafa mínútu til að kynna og svo tökum við þetta koll og kolli. Og það koma svona nokkrar skemmtilega spurningar inn á milli. Óþægilega fyrir suma og þægilega fyrir aðra. Það er mínúta og við byrjum á... Já, og við tölum í mikrofónuna. Og svo þegar við erum búin að spyrja okkar spurningar og þá tökum við spurningar frá sal og þið megi bara láta vaða, sko. Það er ekkert, við erum ekki á RÚV, sko, þótt að þetta sé tekið upp á YouTube. Ásrún, gjör svo vel, kynnt okkur. Já, Ásrún Helga Kristjánsdóttir í fyrsta sæti, Lalli í öðru, Inga Fanney í þriðja, þið ekki örugglega að tala um þetta? Elín Borg í fjórða. Já, bara kynna þig og kynna framboðið? Já, ég ætla bara að tala um að við ætlum að kynna, bara segja á mínútu hverju þetta væri. Já, bara svona þig. Já, fyrirgeð. Já, og maður byrja aftur. Já, byrja aftur. Já, ég held að við ættum að hafa mínútu, ég held að þetta væri svona að, sko, hvað við vissum um framboðið, hvort við værum með á hreinu, hverju værum með okkur. Það er náttúrulega sumir hérna sem að veit ekki endilega, já, vita svona allir hverju þú ert, en svona kannski ekki þið persónulegt líf. Sko. Nei, þú vilt þess að ég kynni mig, já, ég tek undir með þeim ekki, ég held að þetta þarf að vera skýrara. Já, fyrirgefðu, ég er að gera þið fyrst geti. Þannig að þú vilt að ég er alveg sammála, sko. Þannig að þú vilt að ég kynni mig. Já, gjör svo vel. Já, ég sem sagt get hæglega gert það. Ég heiti Ásrún Helga Kristjánsdóttir, ég er borin og barnfæddur Grindvíkingur. Hvergi annars staðar búið nema í Grindavík fyrir utan tæpt ár á flækingi. Ég er forseti bæjarstjórnar, búin að sinna hér ýmsum félagsmálum frá 2010 minni mig. Þannig að brenn fyrir málefnum Grindavíkur, bjartsýn á framtíðina. Já, tilbúin að leggja ótrúlega mikið á mig, ég er búin að leggja mikið á mig og ég er tilbúin að gera það áfram. Takk fyrir þetta, Ásrún. Afmælisbarnið, Magnús Már, þú ert næstur í röðinni, gjör svo vel. Já, góðan daginn, Magnús Már heiti ég. Ég er fæddur og uppalinn í Bolungarvík en hef alltaf verið svona wannabe Grindvíkingur og ég fekk það núna að fá að vera það. Ég er oddviti Miðflokksins og ég brenn líka fyrir Grindavík. Og ég, svona, fyrst til að byrja með í þessu, þá fannst mér ég ekki eiga rétt á að fá að taka þátt í þessu þar sem að ég var með lögheimili annar staðar og er búin að vera atvinnulegs svolítinn tíma. En ég ætla að berjast fyrir Grindavík. Það er engin staður sem ég þykir meira væntum heldur en Grindavík. Ég ætla að berjast með ykkur, ég ætla að fá að eiga samtal með ykkur og við ykkur. Ég vil líka að er þetta... Já, ég vil eiga samtal við bæjarbúa og gera Grindavík eins líka því sem hún var. Af því þetta var og er bara það allra flottasta sem hægt er að bjóða upp á og það er Grindavík. Takk fyrir þetta, Maggi. Guðbjörg. Já, komið sæl, Guðbjörg Eyjólfsdóttir heiti ég. Hef búið hér í Grindavík frá 10 ára aldri. Foreldrar mínir fóru en þá var Óskar nú búinn að krækja mig þannig að það var ekki aftur snúið, ég hef ekki farið. Fyrir utan nokkur ár þegar Óskar var að læra. Ég hef tekið þátt í ýmsu hér, í björgunarsveitinni, ég hef verið formaður sóknarnefndar, ég hef verið aðeins í bæjarmálefnunum fyrir löngu síðan. Núna er ég starfandi formaður járngerðar, hagsmunasamtök íbúa. Og þar ætla ég hvergi að kvika fram að aðalfundi og taldi mína krafta nýtast áfram í starfi í bæjarstjórn. Og þar brenn ég fyrir málefninu,
Ég ætla ekki að gefast upp, ég ætla ekki að hætta fyrir henni fulla hnefana. Það algjörlega morgunljóst. Og það verðugt verkefni framöndan. Ég með glæsilegt lið með mér sem að við erum tilbúin og við erum klár í slaginn. Takk kærlega fyrir þetta. Þetta var fín kynning hjá okkur. Nú ætlum við að fara að byrja á þessum hefðbundu og þessum spurningum sem það svarað ábygglega 100 sem áður ekki tíðina. Þetta bara svona er þetta bara. Byrjum á fyrstu spurningu, áður en að Gylfi tekur næstu. Hvernig sjáu þið Grindavík eftir 4 ár, Ásrún? Já, ég sé Grindavík blómlega. Okkur búið að fjölga, við erum komin upp í svona 2200 íbúa. Hér höfum við nýtt sóknarfærin vel í ferðaþjónustu til dæmis. Við erum sterk í skólamálum. Ég brenn persónulega mikið fyrir skólamálum. Hér verður öflugt starf, svo eftir sé tekið. Þannig að, já, ég held að við verðum bara sterk og við tölum blómlega eins og hún var. Ég held að við viljum gera Grindavík öflugari. Geggjað. Takk fyrir það. Magnús? Já, ég sé fyrir mér að skólinn verði náttúrulega byrjaður sem búið að ákveða og fyrir mér það þannig að ég lít á Grindavík sem eins og hún sé stödd á svona ákveðnum núllpunkti. Og það gríðarlega mörg tækifæri í því. Við erum með gríðarlega sterkan atvinnuveg sem við verðum að fylgja og við verðum að vinna með þeim. Ég sé til dæmis fyrir mér í sjávarútveginum að hann verði jafnvel enn sterkari en hann er. Kollagen er að fara á stað og það eftir að koma meiri þróun þar. Þannig að það verði að sjávarútveginn verði sem sagt áfram bara í fremstu röð. Og ég sé fyrir mér gríðarlega mikil tækifæri í ferðaþjónustu og ég sé fyrir mér að við verðum að vera fljóta að taka ákvarðanir þegar koma fjárfestar sem vilja gera miklar hugmyndir og þá þurfum við að vera búin að taka svolítið til í stjórnsýslunni og kannski þarf ekkert að taka til í stjórnsýslunni. Ég þarf allavega að fá að vita hvernig hún virkar og ég sé fyrir mér að það verði konur fleiri stóðir undir atvinnuveginn fyrir Grindvíkinga. Ég var að hugsa og búin að hugsa rosalega mikið, ég alltaf hugsandi. Ég sé fyrir mér að það heilsutengdir hlutir verði stærri. Við eigum svo mikið að innviðum sem við komum sennilega ekki til með að nýta í bráð. Og ég sé fyrir mér að hér getur orðið svona, ég set ekki fallegt orð, heilsuhæli. Ég var að skoða hvernig unga fólkið okkar að mennta sig. Og við eigum sem sagt bæði mannauð og innviði, þannig að það myndi ekki kosta mikið það var miklu auðveldara að starta svoleiðis hlutum hér. Þetta er heilsársverkefni og ég get bara að tala frá mínu hjarta að ég hef verið offitusjúklingur og þurft að fara í meðferðir út af því. Það hefur kostað mig fleiri 100.000 og pluss alls konar bið. Ég beið til dæmis eftir að komast á Reykjalund í næstu 3 ár og það endalaus bið þar. Ég sé fyrir mér með okkar frábæra fólk að þetta getur komist á stað. Við eigum húsnæði, ég get talið heilsuleikskólan Krók, við eigum húsnæði sem heilsugæslan var í, við eigum lítið notað íþróttahús, 2, þannig að ég sé fyrir mér að þetta gæti orðið góð búbót og svo hefur maður heyrt alls konar hugmyndir ferðaþjónustuna. Þannig að við verðum að vera vel vakandi yfir þeim tækifærum sem við getum bætt við. Takk Maggi minn, þú komin á tíma. Það var mikið að maður komst Ég held að ég hefði bara þessa mínútu, ég bara flýtti með að segja. Guðbjörg. Ég bara glemdi að setja tíman á, sko.
En Ásrún, þú má koma inn aftur ef að... Sko, grunnstoðir Grindavíkur að sjálfsögðu sjávarútvegsfyrirtækin okkar og hafnsækin starfsemi. Það grunnurinn hér í Grindavík, allt annað byggist upp út frá því, afleitu störfin okkar, síðan það ferðaþjónustan sem náttúrulega eru gríðarleg tækifæri. Við vorum að spyrja hvernig sér Grindavík eftir 4 ár. Já, og þar eru tækifæri. Og ég sé fyrir mér, höfnin, hún náttúrulega grunnurinn og við fáum fólkið heim og það eru svona 15 til 1800 mann sem ég vonast til þess að verði komin hér eftir 4 ár. Það er minn von. Allt annað kemur í kjölfarið. Íþróttastarfið okkar með ótrúlega góðum hætti núna í þessu ástandi. Hvað þá ef við byrjum að koma fólkinu heim? Þannig að það bara að gefa í æskulýðs- og unglingastarfið, björgunarsveitastarfið, kvenfélagið. Það eru gríðarleg tækifæri fólkinu í þessu og þegar að fólkinu verður leyft að koma heim, þá blómstrar Grindavík á ný sem engan. Það bara þannig. Það er mín skoðun og mín trú. Og við í bæjarstjórn, næstu bæjarstjórn, það verður okkar að liðka til og aðstoða bæði fólk og fyrirtæki að koma. Já, mér langar að bæta við út og ég hélt bara að þessi mínúta bara tikkaði. En sko, mér langar að bæta við að ég sé fyrir mér að Grindavíkur bær verður svona bær heilsu og útivistar. Við nýtum varnargarðana til dæmis og út af ég ræddi skólamál áðan að þá sjáum við tækifæri líka bara í svona bara sko að bjóða til okkar mennta fólk, þess vegna bara utan úr heimi, þar sem við lögð áherslu á vísindi, náttúruna og útivist. Þannig að ég sé þess vegna fyrir mér eitthvað svona lýðháskóla hér. Sannarlega eigum við innviðina til þess að bjóða. Geggjað. Nú þarf ég að fá að stoppa, við ætlum að taka 5 mínútur hlé, krakka mínir. Miðasalinn byrjuð. Allir í símana, tryggið ykkur með á leikinn, tökum smá svona, við verðum að gera þetta og það skiptir máli. Það nú höldum við áfram. Allir klárir? Gylfi ætlar að koma með næstu spurningu. Já, ég með spurningu sem ég gleymdum að skrifa niður, þannig ég man hann ekki alveg en ég ætla að reyna. Nú ætlum við nú á að keyra á skólastarf í öllum skólastigum og það svo sem kannski ekki víst að þið vitið þetta, Ásrún helst, hún í bæjarstjórn. Það var ráðinn skólastjóri fyrir 3-4 vikum. Hvenær áætlað að fara að ráða kennara? Já, það kemur auglýsing á föstudaginn. Þar sem við erum að óska eftir bæði kennurum, starfsfólki leik- og grunnskóla, sem og starfsfólki í íþróttamiðstöð og við þurfum að auka við opnun þar, samhliða opnun skóla og svo erum við líka að auglýsa í þessari auglýsingu forstöðumann bókasafns. Það helst í hendur í rauninni opnun skóla og opnun bókasafns. Þannig að þessi auglýsing hún kemur á föstudaginn. Og ég ætla kannski að segja, þú veist, að ég hefði alveg, út af því að þetta var stórt skref hjá okkur og maður upplifir svona að það sé verið að reyna að beygja okkur út af þessari ákvörðun okkar. En mér finnst svona, og ég ætla kannski að hvetja nýjan skólastjóra sem ég bara ánað með að hafi verið ráðinn og við bind vonir við hennar störf, að kannski senda línur frá sér til okkar. Berja okkur svolítið bara von í brjóst. Og takk fyrir það. Ég ætla að spyrja aðra spurningu sem ekki hérna. Sko, það sem varst að tala og upplifir, við upplifum það öll, að það einhver sem að reyna að bremsa okkur af. Hvernig ætlið þið sem ný bæjarstjórn að tækla þetta síðasta útspil Þórkötlu og væntanlega ríkisstjórnarinnar, hennar yfirmann, svona
Bara í stuttu máli, ég meina, og byrjum á Spurning endar hérna á listanum sko, það stendur hérna, já, við orðum hana þannig, hvað hefur við að gera til að stoppa þetta einelti stjórnvalda? Mér varst mín betri sko, en byrjum á þér Guðbjörg. Já, ég myndi byrja á því að kalla til neyðarfundar með stjórn Þórkötlu, bæjarstjórnar sem að taka við og forsætisráðherra. Af því að þetta mál sem að má ekki bíða. Þetta mál sem að bara hefði átt að vera afgreitt fyrir nokkrum vikum síðan. Þannig að ég myndi kalla til neyðarfundar. Og það bara, þau að bregðast við strax. Það bara þannig. En mér langar í svona sama, mér langar til að óska okkur Grindvíkingum til hamingju með skólan á Ásabrautinni. Hann glæsilegur. Og bæjarstarfsmönnum fyrir að snirta í kring og búin að taka óræktina og mér finnst þetta bara frábært að sjá þetta. Bara takk fyrir þetta. Öll sem komið að þessu. Takk fyrir það. Magnús? Já, sko, þetta dálítið erfitt mál. Þegar þú ert eiginlega komin með ríkisstjórnina á móti þér, þú ert komin með almannavarnir á móti þér, Veðurstofuna og það svona, þetta bara dálítið erfitt að eiga við þessar stofnanir. En ég held að við þyrftum að ná samtali. Ef að það ekki að virka, þá verðum við að fara í einhvers konar hörku. En ég trú ekki öðru heldur en að þetta geti leyst með samtalinu, vegna þess að ég get ekki séð nein rök fyrir því að það sé verið að stoppa okkur af. Við það búið að setja á stað almannavarnanefnd Grindavíkur sem með það forgangsmál að gera áhættumat fyrir Grindavík. Og við getum notað það til hliðsjónar vegna þess að það áhættumat sem við búið við gjörsamlega út úr kortinu. Og ef við náum að sýna þeim fram á það, þá trúi ég ekki öðru heldur en að þau séu tilbúin í samstarf. Og ef ekki, þá bara að fara einhverja harða leið og... Hvað höfðurleið að tala um? Hvað þú til að sjá? Við getum til dæmis... Já, við getum fengið lögmenn til þess að skoða hvort það sé ekki verið að brjóta á okkur sem ég reynda til. Og við getum líka reynda að vera sýnileg og við þurfum að ná almenningsálitinu með okkur til þess að komast áfram. En eins og ég segi, ég trúi ekki öðru en við náum þessu með samtali og standa svolítið fast í lappirnar. Af því að ef við erum komið með almannavarnanefnd hjá okkur, við erum komið með stimplað áhættumat, þá geta þeir ekki stoppað okkur. Þannig að það það sem ég sé í þessu og ég held að við þurfum bara að ná til að hlusta. Verða bara að hlusta á okkur. Það við sem eru sérfræðingar í Grindavík, við sem búum með hérna og höfum búið. Takk fyrir þetta. Ásrún? Já, ég tek svolítið undir með Guðbjörgu, þar sem að ég held að ég bara segi það, að það nauðsynlegt fyrir nýja bæjarstjórn sem að fær vonandi mjög sterkt umboð frá Grindvíkingum sem hér kjósa að hittast sem fyrst, sammælast næstu skref og það einmitt þetta að boða þessa aðila sem að benda hver á annan til samtals saman. Þannig að núna bara stöndum við frammi fyrir því að ríkisstjórnin segir þetta bara Þórkötlu, þetta fasteignafélagsins Þórkötlu, taliði við þá og svo segir forsvarsmaður, framkvæmdastjóri Þórkötlu, þetta ríkið. Ríkið að stíga á tætnar á okkur. Þannig að þessir aðilar þurfa klárlega að hittast með okkur á fundi saman.
ég ætla líka að segja, ég sagði frá því hérna í morgunni í Kvikunni að við sendum frá okkur í gær póst þar sem við vísum í upplýsingalög, þar sem að okkur er heimilt að krefjast gagna frá fundum forsætisráðuneytis og hérna fasteignafélagsins Þórkötlu. Lögum samkvæmt þá ber þeim skylda að afhenda okkur þessi gögn ef við óskum eftir því. Og það talaði maður við mig í gær og sagði, ég skil ekki okkur enginn er búin að biðja þetta. Enginn fjölmiðill eða neitt. Þannig að við bara tókum á skarið, sendum hérna póst, þar sem við krefjumst minnisblaða, tölvupósta, fundargerða, allra samskipta þessara aðila frá 1. janúar þessa árs, 2026. Og lögum samkvæmt, þá hafa þau 7 daga til að svara okkur. Og það verður áhugavert að sjá hverju þetta skilar. En ég segi, við þurfum að þjarma að þessu fólki. Það var líka góður maður hér, baráttumaður sem sagði, við þurfum að króa framkvæmdastjóra Þórkötlu út í horn. Við þurfum að þjarma að þessu fólki. Það er bara þannig. Takk fyrir það. Takk kærlega. En hérna, af hverju er ekki löngu búið að þessu? Ef að þessi lög eru fyrir hendi, ég skil ekki af hverju hefur framsóknarflokkurinn betri aðgang frambóðið heldur en forseti bæjarstjórnar eða bara bæjarstjórnin sjálf, öll. Hvað meinarðu? Þú ert búin að fá núna, þú ert sendið bréf í gær sem framboð, en þessi lög kom ekki í gær, þannig að þið hljóta að hafa, ég skil ekki á hverju það er ekki löngu búið að þessu fyrst þetta er fyrir hendi. Ég ætla bara að segja að það eru bara einstaklingur sem sendir þetta, einstaklingur í mínu framboði, sem sendir þennan póst. Og það er í rauninni, ég vildi óska þess að við hefum verið búin að, eða þú til dæmis, eða einhver úr Miðflokknum eða Sjálfstæðisflokknum eða einhver íbúi Grindavíkur. Ég held að við hefum ekki að fara í eitthvað debatt varðandi það okkur Framsókn hefur ekki farið að stað í þetta. Framsókn fór að stað með þetta bréf í gær og það er frábært. Við ætlum að deila upplýsingum með ykkur. Þetta er bara, vinna og hvort Framsókn sendi ekki þetta bréf í sína, þetta var einstaklingur sem er bara í framboði hjá mér og ég vildi óska þess að ég hefði bara verið búin að fatta þetta og átta mig á þessu. En það var bara maður sem benti mér á þetta og við stukkum til. Já, bara vel gert en því að það sem hefur verið helst gagnrýnt með bæjarstjórnina er einmitt upplýsingaflæðið. Þannig að svona var ég að spyrja það þessu. Þetta var ekki komið frá bæjarstjórninni áður. Þetta er sem það tengt, já, þú getur líka spurt bara þína samflokksmenn. Þetta var bara vel gert hjá ykkur. Þetta er tengt upplýsingalögum. Við eigum rétt á þessum upplýsingum. Þannig að ég hlakka til að sjá, þó svo ég hafi kannski bara, ég veit ekki hvort ég vera bjartsýn með svörin sem við fáum eða hvað, en ég ætla að leyfa mér það. Ég er svona bjartsýn eðlisfæri. Ef ég má aðeins taka þennan bolta, þá höfum við í játgerði bent á í heilt ár ákveðin atriði varðandi upplýsingastreymi og kannski að nýta tíman betur. Grindavíkurbær var með lögfræðing á sinni könnu sem að kannski hefði átt að fara í saumana og kannski ýmsum atriðum. Ég skal ekki segja hvernig honum var, nú er komin upplýsinga eða almannatengill, en það hefur skorst svolítið upplýsingar frá fráfarandi bæjarstjórn. Ég tek alveg undir það hjá Magnúsi. Og þar ætlum við í Sjálfstæðisflokkurinn að gera betur. Við ætlum að hafa þetta svolítið í forgrunni að veita upplýsingar til almennings, til bæjarbúa og hafa þessa beinu línu til okkar. Takk fyrir þetta. Skemmtileg spurning næst, mjög skemmtileg spurning næst. Byrjum að þeirra Magnús. Hvað eru til mörg kyn? Kyn? Já, hvað eru mörg kyn til? Í málfræði eru þau 3. Það er karlkyn, kvenkyn og hvorugkyn. Það er ekki verið að spyrja það.
Það er verið að spyrja hvað eru kynin mörg? Líffræðilega sé ég að þau séu 2. Ásrún? Herra, já, ég ætla bara að segja að þau eru nokkur og við berum virðingu fyrir þeim öllum. Það gerir ég líka. Guðbjörg? Já, þau eru fleiri en 2. Fólk skilgreinir sig ekki í þessi 2 sem að Biblían segir vera til. Þannig að þau eru, og ég segi sama Ásrún, ég ber virðingu fyrir öllum sem geta ekki skilgreint sig sem kalli eða kona. Við vorum reyndar að tala líffræðileg kyn, sko. Ekki hvað fólk skilgreinir sig. Ég skilgreinir mig sem mann í stuttbuxum en samt í gallabuxum. Og hvað ertu þá í dag? Maður í gallabuxum. Spurning hvað þau kunnum ekki betur við því í stuttbuxunum. Það er svona, þeir eru svona, leggja mann svolítið í gildru. Málið er það að ég ber virðingu fyrir hverju einustu persónu, hvernig sem hún lítur út, hvernig sem hún er á litin, hverja trúar sem hún er og hvað hún skilgreinir sig. En mér var bara kennt í skóla að þetta væri svona. Ég teka fram að ég ber virðingu fyrir öllum. Þetta var ein af 2 eða 3 skemmtilega spurningu kvöldsins. Finnst ykkur starfsmenn Grindavíkurbæjar eigi að vera með lögheimili í Grindavík? Ég ætla aðeins að umorða þessa spurningu. Umorða þetta? Nú eru verðið þið í næstu bæjarstjórn vantarlega og stjórnin bænum okkar. Og ætlið þið að fara eða vera með svona góðlátlega ábendingu það að það fólk sem að starfa fyrir bæinn, ef það getur, þá er ég ekki að tala það. Ég veit að aðstæður eru alls konar hjá fólki, en segjum bara að ef það getur, að það verði með lögheimili í Grindavík og borgi þá útsvar til bæjarins. Magnús, byrjum á þér. Það eru lög sem banna það að þú geti farið fram á að fólk færi lögheimili sitt út af vinnu. En mér finnst það æskilegt. Vegna þess að við erum öll að reyna að taka þátt í uppbyggingunni saman. En við verðum að taka tillit til aðstæðna. En við getum ekki skipað fólki að færa lögheimili sitt. Og svo er annar þáttur af þessu, segjum að við ætlum að taka þann pól í hæðina, að þú fáir ekki vinnu í Grindavíknum og sért með lögheimili, þá erum við kannski að útiloka besta starfsfólkið. En mér finnst það mjög æskilegt að gera það, að vera með lögheimili, en lögin banna okkur að gera það þannig. Guðbjörg? Í fullkomnum heimi þá myndi ég gera það. En því miður er hann það ekki og við höfum náttúrulega oft Grindavíkurbær verið með starfsfólk hérna sem hefur verið búsett annar staðar, kyrrt á milli. En það væri mjög hagstætt og gott fyrir bæinn ef að flestir gætu nýtt sér það að skrá lögheimili sitt hér. Klárlega. Ásrún? Já, ég hef svo sem ekki mörgu við þetta bæta. Ég held bara að hvatning sé mikilvæg og við hvetjum þetta skiptir bæjarfélagið máli, þannig að klárlega finnst mér í lagi að hvetja fólk þá sem að geta að vera með lögheimili sitt hér. Takk fyrir, já, bæta hans þetta. Ég var til dæmis í þannig stöðu að ég færði í lögheimili mitt smá tíma og það var eftir samtal við mann í bæjarstjórn og hann ráðlaði mér að gera það því það kæmi betur út fyrir Grindavík. En ég er með lögheimili hérna núna því að það er nóvíst að annað hjónið sé með lögheimili þar sem að börnin er í skóla. En ég meina nú bara breytast aðstæður. Nú erum við að fara að opna skóla og við vorum ekki að hvetja bara flott orð. Hvetjum fólk. Ég er sammála því, hvetja fólk til þess. Að mínu mati er engin starfsmaður ómissandi, þannig að það er alltaf að skipta það út. Þetta er mitt mat, persónult mat, tekið á mig.
Hérna, já, ég ætla að byrja þér, Guðbjörg. Hvað gerði þinn flokkur á síðasta kjörtímabili fyrir Grindavík? Hann stóð vaktina, hann stóð í brúnni, ásamt rödd unga fólksins og Framsóknarflokki. Þau voru í meirihluta, reyndar var svo sem ekki meirihluti eða minnihluti starfandi þegar þessi krísa reið yfir okkur. Þannig að þau stóðu keik í brúnni. Margt mátti betur fara, mikil ósköp, en þetta bara fólk eins og við hinn sem að lendum í sama áfalli. En Grindavík var bara á góðri siglingu. Ég var nýbúin að senda út reikninga fyrir 77 lóðum þetta sama haust. Uppbygging á heilu hverfi að hefjast. Þannig að það hafði mikið gerst í byrjun kjörtímabilsins. Mikil uppbygging og fólk streymdi hingað frá Stór-Reykjavíkursvæðinu af því að hér var gott að búa og hér var góður skóli, leikskóli, íþróttastarf. Þannig að það var margt gert á þessu kjörtímabili. En svo bara breyttist allt eins og allir vita. En þannig að það verk að vinna fyrir þá flokka sem að koma að stað og vinna saman. Það bara áfram og fram veginn. Það bara þannig. Takk fyrir það. Magnús, hvað gerir þinn flokkur á síðasta kjörtímabili? Já, á síðasta kjörtímabili þá byrjuðum við að vinna stórsigur í kosningunum. Og síðan var miðflokknum hent út og þvert á úrslit kosningana. Þannig að þau voru í minnihluta í byrjun tímabils. En svo eftir þessa atburði að þá var engin meirihluti eða minnihluti, þannig að þau stóðu vaktina með meirihlutunum og hafa reynt að gera sitt besta. Og það margt betur mátt fara og það var líka margt mjög vel gert. Þegar þú vinnur kosningar í Grindavík þá þáttu 4 mennin, sko. Það sigur. Allt fyrir neðan það ekki sigur. Já. Þú veitir það? Það hefur bara aldrei gerst hérna. Ég að stríða þér. Ásrún? Já, eini bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins hefur sannarlega staðið í lappirnar þetta kjörtímabil. Það ánægilegt að sjá ef maður fer yfir málefnasamninginn sem var mjög metnaðarfullur og við ætluðum að fara í mörg skemmtileg verkefni. Það eru nokkuð málefni sem við bara stóðumst og afgreiddum. En já, ég hef hugsað svolítið svona tilbaka. Þú veist, hefði ég vilja vera hefði ég vilja vera bara óbreyttur bæjarfulltrúi. En þegar ég horfi tilbaka, þá ég bara ánægð, þó alveg að segja mikið bara, þá ég ánægð að hafa verið í þessu hlutverki sem forseti bæjarstjórnar. Leitt vagninn. Ég hef alltaf unnið eftir því að aðstoða alla, sama hvar í flokki fólkið En nú ætla ég ekki að gera það, nú verði að kjósa mig til þess að ég gera það. En mér langar líka að bæta við. Ég held að ég hef bara sýnt það og margir tekið eftir því bara hvernig ég vinn og mér finnst alveg, ég tek undir meiri og minnihluti, bara það búið að vera einstakt samstarf og það líka bara mikilvægt að við horfum til þess að við séum bara fólk sem getur unnið saman. Og ég ætla líka að segja það, út af þess, hvað hefur minn flokkur gerst, út af að vera að tala upplýsingagjöf. Ég hér einn bæjarfulltrúi fyrir minn flokk, Sjálfstæðisflokkurinn með 2, miðflokkur með 3. Ég hef staðið, og ég ætla bara að segja þetta, ég hef staðið á bakvið þessa pistla og það eru upplýsingar sem hafa komið fram hér til ykkar íbúa. Takk fyrir það. Það hef ég meðal annars gerst, ásamt mörgu öðru. En varstu ekki líka í því embætti sem átti að gera það? Þannig að þú stóðstu bara vel í því, takk. Guðbjörg, ertu búin að svara? Já, búin að svara. Viltu þessum að tala þetta, þá vil ég ætla að koma einni spurning á yfirbótina. Var síðasta bæjarstjórn með ábyrg fjármál? Fyrir ekki að setja vitlaust. Var með ábyrg fjármál? Ásrún, þú mátt byrja. Já, sko,
við höfum talað það að síðustu kjörtímabil hefur Grindavíkurbær verið rekinn af skynsemi og við höfum fjárfest fyrir okkar eigið fé, við höfum ekki verið að taka lán. Og það var í rauninni bara, þegar við fórum að stað þetta kjörtímabil, þá var það bara stefnan að við hafa ábyrga fjármálastjórn. Og það var í rauninni í þessu ferli, að það var okkur gert að það var þjarmað að okkur, ég ætla alveg að segja það, þú veist, í sameiningar og annað. En það var okkur gert að fara í hagræðingartillögur sem við sannarlega gerðum. Fordæmalaust að segja upp á 300 manns. Og þú veist, það er bara þannig að það má alveg kannski fara ofan í saumana á einhverju og skoða og eflaust hefðu geta gert eitthvað betur. En við vorum að samþykkja hér ársreikning bæjarfélagsins í gær og við getum sannarlega verið stolt af honum. Og ég held að sé bara afrek að við skulum standa eins og við stöndum í dag. Þannig að ég segi bara já. Takk. Guðbjörg? Já, ég tel að fráfarandi bæjarstjórn sé að skila mjög góðu búi. Og það ekki síst Sjálfstæðisflokknum að þakka. Við vorum með 2 öfluga bæjarfulltrúa sem bara stóðu vaktina. Og þannig að jákvæð niðurstaða og hún skilar okkur á þeim stað sem við erum í dag. Við höfum lagfært okkar innviði þrátt fyrir þessa krísu sem við höfum verið í og gert það vel. Og þannig að það allt tilbúið fyrir fólki þegar það kemur. Þannig að já, ég tel að fráfarandi bæjarstjórn hafi skilað mjög góðu búi. Takk fyrir þetta. Magnús? Já, ég náttúrulega verð að vera ósammála að einhverju leyti. Það margt búið að gera vel. Mér finnst svolítið með bygginguna í Víðihlíð að hún hafi ekki verið tryggð. Mér finnst það partur af ábyrgri fjármálastjórnunar hlutirnir eigi að vera tryggðir. Og mér finnst líka mér finnst eins og það hafi verið hægt að segja upp starfsfólkinu mikið fyrr. Og það hefði líka sparað penning. Þannig að mér finnst það tvennt allavega ekki ábyrg fjármálastjórnun. En svona heilt yfir, já, bara mjög flott. Viljið þið eitthvað kommenta undir þetta? Tryggðu eign, ótryggðu eignir? Já, það kannski ekki, það bara skipulagssviðið og ég tek alveg undir það að vissulega var það gremmilegt að fá engar bætur frá þessum 6 íbúðum, en Var þetta ekki líka hópskóli? Jú, að hluta, það var eitthvað þar líka, en það í rauninni bara, og það sem við þurfum líka að horfa til framtíðar, að við séum með bara skilvirka stjórnsýslu sem virkar vel og það náttúrulega, við getum alltaf bætt okkur og þetta náttúrulega bara handvömm sem því miður var, en ábyrg fjármálastjórn bara, við getum ekki annað en sagt já við því, með við bara tölurnar segja og sína bara það algjörlega. Það var líka akkurat það sem ég sagði, að mestu leyti. En svona hlutir eru bara svo ógeðslega dýrir. Þess vegna hef ég líka talað um það að við þurfum að skoða stjórnsýsluna, en það þýðir ekkert endilega að það sé verið að fara að breyta miklu, en hún þarf að vera svona sporðskjulagari, þannig að við vitum svona meira hvað í gangi. Ég verð líka að fá að grípa út að segja starfsfólki upp fyrr. Þetta bara fordæmalaust og vissulega héldum við héldum alltaf í vonina. Hvenær eigum við að stíga þetta skref, og þetta langt ferli og flókið ferli sem við vorum í. Þannig að já, ég ætla að segja, og þetta var mjög sárt að þurfa að stíga þessi skref. Má ég þetta lendir reyndar örugglega bara á Ásunu, en hvað var það, af hverju var þetta ekki tryggt? Það er bara fullt af fólki búin að spyrja, ef þú veist það, ég meina, á hvaða ábyrgð var það?
að þetta var ekki tryggt. Ábyrgðin liggur á skipulagssviði. Og hver stjórnaði skipulagssviði? Hver bara ábyrgð á því að þessar eignir bæjarins voru ekki tryggðir? Sko, nú man ég raunin ekki, ég ætla ekki að fara að nafngreina hér einhverja einstaklinga, sko. En ég segi bara ábyrgðin lá á skipulagssviði og ég bara man ekki ártölu og hvaða starfsmenn voru þar, en við störf undir hérna á þessum tíma, en þó ég vissi það, þá myndi ég ekki fara að nafngreina einhvern aðila hér. Hvað töpuðu miklu á þessu? Nú er ég bara forvitin, sko. Getur ykkur svarað þessu? Manstu þetta Gunni eða Hjalli? Ég man sko, vorum við ekki að borga einhverja 20-30 milljónir í niðurrif á Víðilhlíð eða? Milljarður? Já. Ég þarf að endurtaka það sem þú varst að segja þegar að fólk heyrir þetta í útsendingunni. Þetta er milljarður svona á núvirði sem við töpuðum á þessu. Áætla það. Okay. Það er ekki neitt. En þarf þá kannski ekki ný bæjarstjórn að hafa gott aðhald á þessu í framtíðinni? Ég meina, þetta er rosalega ábyrgð að gleyma því að tryggja eitthvað eða gleyma að skrifa undir eitthvað svo það sé ekki tryggt. Og auðvitað viljum við ekki að neitt beri ábyrgði, þannig að við ætlum ekki að nafngreina neitt. Ég væri búinn að reka hana mann strax. Það er alveg satt í það. Já, þú veist, málið það bara gott fólk að það ber engin ábyrgð á Íslandi. Það er bara þannig. Bæta við þetta, strákar, að hérna á þessum tímabili, þessum árum, þá voru alveg gríðarlega mannabreytingar á þessu sviði. Og einhvern veginn vissi enginn þegar hann tók við hvort það var búið að klára hitt eða þetta, og þetta fór einhvern veginn milli skips og bryggju. Það er alveg klárt. Það voru gríðarlega mannabreytingar, það tóldi enginn þarna í starfi nema nokkra mánuði. Misti skrifstofustjórinn þetta milli skips og bryggju? Ég er að stríða þér. En mér langar kannski að segja, þú veist, að sjálfsögðu þarf þetta að vera í lagi og aðhaldið þarf að vera til staðar og erum við ekki að segja við það ekki, við lærum að reynslunni. Þetta er heilt fótbolthús allavega sem fór í súginn, en það er sama. Það er líka með uppsagnar. Ég eftir því sem mér skilst að þá var búið að ákveða að skólahaldir ekki áfram 2 mánuðum fyrir uppsögn. Og ég myndi halda að það væri þá cirka 500 milljónir. Og ég veit alveg sjálfur að það er ógeðslega erfitt að taka á svona málum. Og það er ekkert verra heldur en að þurfa að segja upp mannskap. En það þarf stundum að gera það. Og þess vegna þarf, ég veit ekkert hvort þetta er öll bæjarstjórnin eða hverjir gerir það. En við verðum, þess vegna er ég að segja að mér fannst ekki allt vera ábyrg fjármálastjórnum. Ég verð að svara þessu. Sko, uppsagnaferlið er bara löngu farið að stað, sko. Þú veist, þegar það er bara löngu farið að stað uppsagnaferlið. Þetta tók langan tíma í undirbúningi. Ég ætla ekki að hafa meiri orð þetta. Nei, þú þarft þess ekki, en auðvitað tekur það langan tíma að gera það, en það þarf að gera það strax. Og þetta er ógeðslega sárt. En svona eru hlutirnir. Ég ætla að fá hendin einni hérna skemmtilegri svona át að þetta er aðeins komið út í og það eru börnin í húsinu að umorðana betur. Byrjum að þér, Guðbjörg. Nú ætla ég ekki að segja réttu setninguna en þið skiljið hvað. Sofa, drepa eða giftast. Ördviðar, Víðir Reynis eða Árni í Grindavíkurnefndinni. Viltu endurtaka þetta svo ég... Sofa, drepa eða giftast. Ördviðar, Víðir Reynis eða Árni í Grindavíkurnefndinni. Sofa hjá. Bíddu, heyrst ekki dýni? Þetta er allt slæmir kostir. Já, þú er að ræða þessi réttar röð.
Örn Viðar. Þú ert að sofa í honum. Hvernig ætlar að drepa? Hvernig ætla ég að drepa? Já. Maður má ekki segja svona. Jú, Nei. það má allt. Hverjum ætlar að lóa? Lóa. Sett í pappakassa og dagla starfsbrey í. Formanni Grindavíkurnemndar, ég ætla ekki að nafngreina. Árni. Þannig að þú ætlar að giftast Víðir einu sinni. Ég get skilið næsta klukkutíman. Ásson, þetta sömu nöfn á þig. Já, mér finnst þetta alveg svakalega erfitt. Örugglega bara eitt erfiðum verkefni sem að vera tekist á við bara. Já, þetta er skemmtilegt. Sagði þú all nöfnin? Já. Hverjum ætlar að sofa hjá? Þú sér svo bara eftir því. Ég veit það ekki, ég bara, hver ætlar þú að svara? Ætlar þú að sofa hjá, hvaða kollum ætlar þú að sofa hjá? Eins og Einar Dagbjörn segir, þú sefur hjá okkur og svo kemur heim og bara þræta. Sko, ég bara, Hjalli, ég hef sem myndi giftast Víðir Einis. Og þú veist, já, sagði þú sofa hjá Erni Viðari? Verður þetta nokkuð? Getum við ekki bara gert það saman? Hann er hávaxinn. Já, svo er formaður Grindavíkurnemndar, þú veist, ég hef samt alveg stundum bara alveg fengið alveg nóg að honum og stundum já, til að lofa honum. Ok, þannig að þú, og svo kemur að Magga. Þú náttúrulega fær allt öðru spurningu. Já, hvað, hann er ekki samkynhneigður, sko? Ég er búin að kvíðan út í maganum fyrir selviti. Það er ekki bara að ákveða hvað hann ætlaði að segja. Varstu bara að ákveða þetta? Það er Kristrún Frosta, Guðbjörg Eyjólfs og Ásson Helga. Hvað er með þetta? Mér finnst þetta einum og. Ok, ég er að stríða, ég var bara að djóka, sko. Það er Kristrún Frosta, Inga Sæland, Margrét Kristín, lögreglustjóri Suðurnesja. Ég sé myndi nú hver er ríkust af þeim? Það veit ég ekki. Kristrún. Já, ég myndi giftast Kristrúnu. Ok. En svo myndi ég bara þetta í og sleppa henni. En Ingu Sæland, veitur við vilja drepa hana eða? Ég myndi ekki vilja drepa hana því ég er svo óbáslega mikill klaufi að ég myndi nást. Ok, þannig að þú sett allar að sofa í Ingu Sæland. Já. Og drepa lögreglustjórann. Já, höfum það þannig. Já, ok, það er vel gert. gert. En ég held að Inga hefði örugglega fengið einhvern tímann betri drátt en hún geti fengið hjá mér. Ég væri til að vera að fluga á veg þú svæði hjá hann Ingu Sæland. Hörðu, síðasta svona stjórnmálaspurningin er áður en að salurinn fær, og það er hvaða fyrst á dagskrá hjá nýri bæjarstjórn með innviði Grindavíkur. Það er það sem við erum að fara að eyða peningum í. Byrjum á þér, Ásson. Hvað er að fyrsta verkefnið sem að Grindavíkurbær er að fara að ríða upp heftið og skrifa á þessum fyrir? Já. Sko, þú nefndir náttúrulega innviði. Já, þú veist að það náttúrulega eru bara ótrúlega mikilvægir innviðir hér sem snúa að orkumálum, raforkumálum. En við erum náttúrulega í bara verkefnum hér varðandi þessi niðurrif og mér finnst við fengum til dæmis ekki, við sóttum í framkvæmdasjóð ferðamannastaða fyrir Végarð, þarna sem fyrir framan íþróttamiðstöðina og við vildum innilega, það eru 200 milljónir settar í það verkefni í fjárhagsáætlun og við vildum sem sagt klára þetta svæði og þarna er líka skilgreindur líka svona hringur fyrir ferðamenn en við fengum ekki 1 krónu úr þessum sjóði. Þannig að ég sé fyrir mér að við klárum svona ákveðin svæði og kvittum út. Sannarlega er líka margt, við þurfum líka að sýna bara vera skynsum, en við náttúrulega höfum líka misst innviði sem að
sem við þurfum að vega og að meta hvað við ætlum að gera. Ég nefni til dæmis bara varðandi íþróttaaðstöðu. Þannig að þetta náttúrulega bara samtal nýrar bæjarstjórnar, en þetta finnst mér mikilvægt til dæmis að græða þetta sár. Við erum að fara í niður yfir Víkurbrautinni og ég held að verði mjög mikilvægt að við göngum vel frá þessum málum, segi ég, já. Guðbjörg? Við sjálfstæðismenn ætlum að ganga strax í að klára grunnskólalóðina. Klára það og gera það bara að fínu leiksvæði fyrir börnin okkar. Þannig að ætlum að reyna að beina svona börnunum okkar niður á Ásabrautina. Ætlum að klára það. Vel gert. Byrja því. Magnús? Já, það fínt að þær klára þetta og svo bæti ég höfninni við og þá þetta allt komið eða ekki. Höfnin? Já, en við erum náttúrulega með miklu meiri áskorunir. Svo til dæmis með, eins og þú nefndi nú, raforku, afhendingu raforku og heitsvass. Og svo vitum við ekki ef að fer að koma mikið af fólki í bæinn, þá gætum við þurft að taka upp skólpið. Og þannig að það er rosalega erfitt, finnst mér, að nefna einhvern einn hlut. Af því að það eru hluti sem við vitum ekki ástandi á og við verðum að halda áfram með marga hluti eins og til dæmis höfnin. Af því við erum öll saman það að sjávarútvegurinn það sem er lífæðin okkar. Þannig að, já. Takk fyrir þetta. Mér finnst þetta leiðileg svör hjá okkur, sko. Mér langast að bæta, og ég hef kannski ákveðið forskotinn sem bæjarfulltrúi, en hérna, þú talaður að rífa upp hefti, sko. Já. Við náttúrulega erum með tjónabætur fyrir höfnina og við þurfum að fara hérna þetta Eyjabakki, hérna fyrir neðan okkur. Og svo erum við líka með í fjárhagsáætlun 70 milljónir fyrir grunnskólalóðina og það verður byrjað á því í sumar. Og ekki vera með neitt fótboltahús eða fótboltavöll eða gervigras eða... Ég nefndi það áðan, það er eitthvað sem við þurfum að skoða. Sko, með fótboltahúsið og með íþróttirnar, ég sé, við verðum að byggja þetta upp, en við verðum líka að taka uppbygginguna í ákveðnum skrefum og forgangsraða. Og maður þarf að, eins og til dæmis fyrir mig sem hef ekki setið í bæjarstjórn, og þá þarf ég að fá að sjá eins og tjónaskýrslur hvaða sem þarf fyrsta lag og hvað í versta ástandinu. En grunnþarfirnar verða náttúrulega að vera í lagi. Svo kemur síðasta spurninga áður en að fólki í salnum fara aðeins að djöflast á okkur. Við byrjum á þér, Guðbjörg. Hvað heldur þú að fá marga mennin á laugardaginn? Þetta stefnum við á hreinan meirihluta. Það er bara þannig. En við stefnum á 3 menn. 3 menn? Takk fyrir það. Ásrún? Já, ég ætla bara að segja það líka. Við að sjálfsögðu stefnum við á hreinan meirihluta. En 3 væru líka frábært. Magnús? Við þá ekki að segja bara að við stefnum á 7. Já. Þannig að sé enginn að þvælast fyrir okkur og það verði ekkert vesen. Ég verð bara að segja nákvæmlega eins og að það er ofboðslega erfitt að sjá hvernig landið liggur einfaldlega vegna þess að þú hittir ekki mikið af kjósendum. Allir sem ég hef heyrt í eru rosalega jákvæðir í minn garð og líka þeirra. Þannig að maður veit ekkert nákvæmlega hvernig þetta fer, en vonandi verða bara sem flestir. Eitt hérna, þið getið öll unni saman eða ekki? Eftir kostingar? Ekki verið að stefna á svolítið sömu hlutina? Eða eitthvað svona kergja á milli ykkar, eða hvernig? Guðbjörg byrjar? Ég veit ekki hvort ég treysti mig til að vinna með þessu fólki. Það er nú bara þannig. Jú, ég treysti mig til að vinna með öllu fólki sem á hérna listunum 2 sem eru á móti okkur. Ég hef bara sýnt það að sanna, hefur mikla reynslu í að vinna með fólki í hérna alls konar störfum. Þannig að ég geng bara þannig til verks og þannig að borðinu að við náum samkomulagi bara Grindavík til heilla. Það er númer 1, 2 og 10.
Ekki að, Ásrún. Já, ég var einmitt að hugsa sko ef Maggi hefði þurft að svara spurningunni með að sofa hjá eða drepa eða gifta sko ef ég og Guðbjörg hefði verið þar þá hefði kannski svari verið kannski öðruvísi en það núna en ég mikil samvinnukona og og hef bara í gegnum tíðina getað unnið með öllum og ég hlakka til samstarfsins. Ég segi það mikilvægt að það haldist einhver reynsla áfram í bæjarstjórn en það líka spennandi að fá eitthvað ferskt. Magnús? Já, ég get unnið með þeim báðum og ég get unnið með öllu fólki sem á listunum þess að mér finnst þetta upp til hópa bara virkilega frambærilegt fólk. Og ég man ekki eftir einum einasta Grindvíking sem ég hef ekki getað unnið með nema kannski einum og ég ætla ekkert að nefna hann. En það það bara skiptir ofboðslega miklu máli að við vinnum saman og í nokkrum símtölum sem ég tekið þá hefur mér verið sagt það að ég sé maður fólksins og ég hefi sannað það þegar ég var með verkalýðsfélagið. Það kannski bara þannig, kannski ég bara maður fólksins að ég ætla bara að lofa því að ég mun gera allt sem ég get til þess að Grindavík verði sem líkust sjálfu sér sem fyrst. Og ég treysti þeim báðum til að gera það með mér. Núna þarf Jónína Hólmfríður að labba í salinn með mikrofón. Nú vil ég fá Öddi, aftast. Öddi, verður nú dálítið harður. Mér langar að spyrja ykkur í upphafi hamfaranna þá fór Stefán Edvin Kristjánsson fram og sótti sér hæstaréttarlögmann og fekk álit og það honum að þakka að ég bý hérna allavega. Eru þið til að stíga sama skref og sækja ykkur alvöru lögfræðing og hjóla í yfirvöld? Takk. Guðbjörg. Já, eins og ég sagði fyrr að þá ef ekkert hefur greiðst úr þessum húsnæðismálum okkar að þá mun ég allavega koma með þá tillögu að kalla verði til neyðarfundar. Byrjum á að kalla fólkið að borðinu, hvað getum við gert til þess að leysa hnútinn, hvernig getum við komið fólkinu okkar heim í sameiningu. Við byrjum þar. Við byrjum ekki á að vígbúast, við byrjum á að tala saman. Ef að svara öll. Ég bara, já, ef að það það sem þarf, þá ég til í það. Og ég ætla bara að segja það núna og vera svolítið persónuleg. Ég með bara blóð á vígtunnunum út af því að nú lendum við fjölskyldan svona í því að það eigi bara, já, að bera okkur út. Þannig að ég bara algjörlega til í það sem þarf, skal ég segja þér. Örn Sigurðsson. Takk, Maggi. Ég meir en til í það ef annað gengur ekki. Ég vil taka fyrst samtal, en ég vil ekki gefa langan tíma. Við erum búin að bíða og samfélagið, það kólnar og kólnar eftir því sem tíminn líður. Þannig að já, ég myndi vilja bara stefna ríkinu og skoða hvernig hægt væri að fá lögfræðinga, einhverja svona stjórnulögfræðinga. Það nú einn Grindvíkingur sem ég held voða mikið upp á því ég líti á allar atvinnustéttir sem íþróttir. Þannig að ég myndi alveg vilja fá hann Jóhannes til þess að taka þetta að sér. Bara ein viðbót. Við erum komin rúmlega 2,5 ár inn í aðstæður. Það búið að vera fullt af samtali og það ástæðan fyrir spurningunum minni. Við erum búin að tala helling. Þurfum við ekki að mæta þeim bara fullum krafti? Ég ætla að fá að segja, út af því að sko, með hollvinna og gistináttasamningunum, þá fannst manni svona, það bara eitthvað skref, við erum að þokast eitthvað fram á við. En núna upplifum við að við séum bara að fjallaðist þetta verkefni. Þannig að það komið að þessum punkti hér. Já, ég vil aðeins bæta við þetta að því að sko, við höfum ekki mætt þeim saman. Forsætisráðherra sem að fer með æðsta vald verkefnisins og síðan Þórkötlu
af því að Þórkatla er 99% í eigu ríkisins, þannig að forsætisráðherra hlýtur að geta svarað fyrir það líka. Þannig að ef að þau eru saman í húsi á með okkur og mæta okkur, þá hljótu við að komast að kjarnanum. Hvar liggur hundurinn grafinn? Hvað er það sem hvar er þröskuldurinn sem við komumst aldrei yfir? En klálega væri ég síðan til í að ná bara í hreindýrariffilinn. Örn, ég hef ekki fengið samtal við þau. Ég er að koma nýra borðinu. Ég myndi vilja fá að heyri í þeim, þó það var ekki nema einu sinni, og hjóla svo í þau. Ég hef hingað til, hér eftir sem hingað til, náð mínu fram, hvort sem það er með sáttum eða hinaleðina. Þannig að það mun ekki standa á mér í því að fara vígbúast ef þess þarf. Næsta spurning, hver er það? Ómar Davíð, kynntu þið samt í mikrofónin? Já, góðan daginn, Ómar Davíð heiti ég. Mér langar að spyrja Magnús Már að einnig spurningi, ég rak augun í stefnuskrána hjá okkur að þið viljið gera einstefnu á Víkurbrautinni sem er flóttaleið og stoppgata. Þá spyr ég bara hvort á að vera leiðin upp eftir eða niður eftir. Hún á að vera leiðin niður eftir og tilbaka Túngötuna. Takk. Neðri hlutin á Víkurbrautinni og efri hlutin á Túngötunni er í raun og veru bara hringtorg. Gummi. En býtu aðeins. Þetta er ekki eitthvað sem er mjattlað í steinin. Þetta er hugmynd og þær eru til margar. Gummi, vilt þú spyrja ykkur? Vantar íshúsringin inn í þetta. Já, talaði í mikrofónin. Mækki, það vantar íshúsringin. Það er niður Víkurbraut, út Garðveg og upp eftir. Já, það er bara stór hluti af bænum. Já, ég veit það. En það hugmyndi sem kom fram hérna hjá okkur í samtali við fólk, að þá var þetta sett fram, að þetta þótti góð leið til að búa til svona kjarna. En þetta er ekki mjattlað í steinin og það er óboðslega margar hugmyndir sem hægt er að framkvæma og gera, en þegar, mín skoðun, þegar farið er á stað, að þá hvað sem verður gert, þá er það gert í samvinnu við íbúa og með samtali við þá. Hver fleiri hérna? Engin fleiri? Jú. Kynna þig. Já, ég heiti Jóhann Þór, eins og körfuboltaþjálfarinn. Er að reka hérna lítið fyrirtæki. Mér langar að vita hvort þið væri með einhverja hugmyndir svona fjölbreytta laða bara atvinnuuppbyggingu í bænum, til dæmis tæknifyrirtæki. Það var verið að leggja ljósleiðara hérna þegar hörmunginnar Það laði sér í mikrofónin. En bara til dæmis eins og þeir hafa gert fyrir vestan á Vestfjörðum, bara laða nýsköpunar og tæknifyrirtæki í bæinn. Ásrún? Já, mér finnst bara, ég tek undir, ég held að það sé mjög mikilvægt að við löðum að okkur fyrirtæki, ný fyrirtæki og þá í rauninni þurfa þessi innviðir að vera í lagi og ég segi líka bara skilvirk stjórnsýsla sem er mikilvæg og það er náttúrulega bara ótrúlegt að við höfum fengið ný fyrirtæki til okkar á þessum hamfaratímum. Þannig að við þurfum klárlega að sýna vilja og góða stefnu í þessum málum. Já, ég sammála Ásrúni, það þarf kannski einfalda aðeins stjórnsýsluna, þessi leyfisveitingar, einfalda aðeins og hraða þessu ferli þannig að fólk sé ekki að það tefji ekki í marga mánuði og innviðir þurfa klárlega að vera í lagi. Bærinn getur líka komið að kannski aðstoð við markasetningu nýra fyrirtækja sem að koma inn í bæinn og svo eigum við náttúrulega líka húsnæði sem er ekki í notkun, sem er kannski hægt að finna einhverjar leiðir til þess að nýta. Magnús? Já, ég fylgst með þessu verkefni fyrir vestan sem þið voruð að tala um og það hefur góða raun.
Við erum með, eins og þar segja, við erum með innviði og þetta er eiginlega ástæðan fyrir því að ég hef verið að tala um það að mér finnst að það þurfi að endurskoða stjórnsýsluna út af þessari löngu leið. Vegna þess að það getur koma upp tækifæri. Við erum núna á ákveðnum núllpunkti eins og ég hef sagt áður og við eigum að vera opin fyrir öllu svona. Eitt starf það kemur, eins og hann er þessi ungi maður. Jóhann Þór. Ég veit hvað hann heitir. Að hann hann er að þróa ákveðna hluti og svo þegar hann fer yfir á næsta stig að þá er þetta kannski orðið mikið stærra. Keresis á Ísafirði byrjaði svona og þannig að við þurfum að vera opin fyrir þessu öllu. Þannig að já, við munum öll gera það sem við getum til þess að þetta kom inn. Einhver annar spurningar? Gunnsi? Já, ég er nú byrjað að þakka fyrir þennan skemmtilega fund. Mjög gaman að heyra í ykkur. Og ég vil líka þakka síðustu bæjarstjórn fyrir frábært starf á erfiðum tímum. Og ég vil líka fagna því hvað eru margir sem að bjóða sig fram í Grindavík og eru tilbúin til að vaða í verkin fyrir okkur. Það er alveg nauðsynlegt. Ég þekki nú embættismannakerfið talsvert og skil alveg hvað þið eru að tala um þegar þeir eru að tala um þau. Ég vann svolítið með þeim, í 2 áratugi, þannig að ég veit alveg hverjum er að vera að mæta þar. En það mér gremst hrikalega hvað Grindavíkurnefndin og Oddný bauð okkur upp á þegar þeir vísuðu því algjörlega út af borðinu að hingað mættu flytjast börn í Grindavíkur. Það er barnafjölskyldur. Og þeir rökstyðja það með því að það sé álit Alþjóðabankans og þeir rökstyðja það með því að þetta sé könnun á maskínu sem er gerð á börnum sem voru í Grindavík. Og þeir rökstyðja það með því að það gera könnun meðal unglinga úr Grindavík á einhverju unglingamóti. Mér finnst þetta ekki boðleg rök. Það er engin sérfræði í þessu, að mínu viti. Því að ef að þessi hópur er allur tekinn, þá er alveg vissum við það að það var stór hópur að sem myndi ekki vilja koma inn aftur. En það var ekki út af rýmingunni. Ég ánum mörg barnabörn sem hafa búið hérna. Það sem þau voru hræddust við, það var bara jarðskjálftarnir. Það var það sem fór verst í þau. Og svo var að næsta skref að það var að móta hvernig að þau mistu alla vinina sína þegar þau komu í burtu. Það var ekki þessi rýming hér í Grindavík sem hafði neitt með þetta að gera. Mér finnst það ekki faglega að þessu staðið og þess vegna hlýtur þetta að teljast ómerki. Það sem að Grindavíkurnefndin gerði í þessu, það er rangt og það getur ekki verið farið eftir því og það þarf að leggja áherslu á það við stjórnvöld. Þetta bara gengur ekki að afgreiða hlutina svona. Það á náttúrulega að taka markhópinn sem að er að koma hingað og stúdera það, hvernig þau myndu geta brugðist við og staðið undir þessu ef það á að fara að vísa í sprungur á sálinni. Því að það er það sem skiptir máli. Þeir sem ætla ekki að koma hérna, þeir skipta ekki máli í þessu tilfelli. Ég vildi bara benda á þetta, að þegar þið farið að tala við þetta fólk. Og ég tek nú alveg undir það að þið talið fyrst við þau áður en þið farið að beita ykkur brögðum, en gangi ykkur bara sem best. Þakka fyrir mig. Takk fyrir þetta, Gulsi. Það var nefnilega þannig að mér fannst alveg gríðarlega stór ákvörðun hjá fráfarandi bæjarstjórn að halda sig við skólastarf. Að láta ekki í minni pokan, gefast ekki fyrir þessu áliti. Af því að svo þegar við vorum á fundi hjá forsætisráðherra að þá segir hún beint við okkur að hún hafi ekki svo völd að geta stöðvað skólahald. Þannig að mér fannst þetta gríðarlega stór og merkileg ákvörðun hjá bæjarstjórninni að halda sig við þetta. Og það allt byggist þetta á þessu blessaða áhættumati eins og þú veist, Gunsi. Og það einhvern veginn heldur okkur niðri.
En við erum nú vön að bregðast við hættum. Við áttum merkan mann fyrir mörgu síðan, Oddvar Gíslason, sem að fannst nú fórnirnar ansi miklar hér í sjóinn. Og hvað gerði hann? Hann kenndi mönnum að synda. Hann reyndi að minnka áhættuna. Hann fór með, bárufley, lét sjómenn fara með bárufley til sjós, fullan af lýsi til þess að hella í sjóinn til þess að lægja öldurnar. Það voru forvarnir. Við erum að berjast við þetta að forvarnirnar okkar eru ekki teknar inn. Við erum stanslaust að berjast við þetta, við þekkjum það, Ásrún þekkir það og þessi Grindavíkurnefnd, hún hefur bara verið á móti okkur nánast frá því að ný ríkisstjórn tekur við. Takk fyrir. Já, sko, málið það að sprungurnar, eins og Gunnar segir, á sálinni, út af söknuði af samfélaginu. Og það er mjög stórum hluta. Og ég held að ef þau eru spurð öðruvísi spurningar í könnuninni, myndur þau vilja fara heim, þá kæmi annað svar, heldur en lífið illi verið að hafa farið. Og svona mjög margt. Og mér langar að segja við hann, Gunnar vin minn, að við, ég var nú að vinna fyrir þig í að gera áhættumat og svona. Já, og svo ef við tækjum nú bara flökunarvél og myndum setja inn hvað getur gerst ef engar varnir og engar hlífar og ekki neitt, ef þú setur bara hendin inn og leggur hann á hnífinn, hvað getur gerst þá? Þá getur náttúrulega komið stórslys. Þetta nákvæmlega það sem þau gerðu hjá okkur. Þau settu ekkert inn hvað gert til að verja. Þegar þú tekur snjóflóðavarnagarð, þegar þau verið að gera áhættumat þar, þá snjóflóðavarnagarðurinn hafður inni. Þegar þau verið að gera áhættumat í þá það ekki inni. Þetta bull, hvernig þeir hafa hagað sér. Og ég er búinn að hitta þessa Grindavíkurnefnd einu sinni og mikið agalega held ég að verði gott að losna við þá. Takk fyrir. Hefur ekki að klappa fyrir því allavega? Mér langar líka, má ég svara líka. Takk fyrir hlý orð, Gunnar. Það var notalegt að hlusta á þig og ég get tekið undir svo margt. Og það er einmitt svona þversagnir sem að verða á vegi manns. Og það er talað andlega líðan okkar, allra og barna og ungmenna. Ég sat til dæmis fundi farsældaráði Suðurnesja á mánudaginn og það eru bara mjög sláandi tölur varðandi ungmennin okkar. Og mér finnst einhvern veginn svona, þau tala þegar þau fara úr áhættunni og úr því að detta ofan í sprungur á sálina, að þá hætta þau með allan sálrænan stuðning. Og við höfum bent á þetta og hvatt, og við fórum með bæjarstjórnin eftir járgerði á fund með forsætisráðherra og hún lofaði okkur því að skoða þetta. Mér finnst líka varðandi, maður upplifir eins og það sé einhver aðri sem vita hvað er best fyrir okkur. Þið eigið ekki að koma heim, þið eru ekki tilbúin að koma heim. Og forsætisráðherra sagði það til dæmis við okkur varðandi skólamálin. Það þarf alltaf að vera tilbúið. Allt hvað? Og börnunum þarf að líða betur, þannig að það þarf alltaf að vera tilbúið og öllum þarf að líða vel þegar skólinn byrjar. Það er bara þannig. En mér finnst, ég tók þátt í og fylgdist með ungmennunum okkar hér og ungmennaþingi sem var algjörlega magnað að fylgjast með. Og mér finnst að við hefum líka bara að taka svolítið niðurstöður þessa þings, hlusta á börnin okkar, hlustið á okkur og ég segi líka varðandi skólastarf að þá held ég að tækifærin séu líka þar að taka utan hópinn. Vinna með börnin okkar, jafningja stuðningur til dæmis.
Ég veit að það verða kennarar sem að koma til með að vinna á leik- og grunnskólastiginu sem hafa líka lent í þessu. Þannig að við deilum reynslu. Þannig að, já, treystu okkur. Einhverjum fleiri sem vilja bæta? Ég veit endilega að fá bæta inn einu orðina sjálfur persónulega. Hefur aldrei verið dottið það í hug að það eru bara ráðnir hérna 2-3 lögfræðingar sem sitja til dæmis bara hérna í Kvikunni sem að íbúar leita til. Við hafa vitna á mjög ljótur hluti í vikuna þar sem ung stelpa fekk símtal frá formanni Þórköllu. Henni var basically hótað og sá það, var bara vitna því, þetta var bara ljótt atvik. Nú í svoleiðis tilviku eigum við bara að vera með lögfræðing fyrir íbúa þar sem að þeir íbúarnir bara leita til, Þórkalla getur bara að tala við þá og þeir tala við íbúana. Er það ekkert verið að plana að vera bara með íbúar, Grindvíkingar eru bara með eitthvað lögfræðiteymi en þess að við getum bara að leita til? Sko, við vorum með svona þjónustu þegar við vorum í Tollhúsinu. Þá réðum við lögfræðistofu og íbúar Grindavíkur gátu leita til þessara lögfræðinga. Ég held að sé bara, við erum kannski heppin að þessi unga kona er bara orkumikil og þrjósk eins og hún á kyn til. Þannig að ég held að við þurfum bara að láta hlutina ráðast aðeins. Ég segi það sko. En ég held að þú veist, eins og við töluðum líka bara varðandi, þú veist, erum við að sameinast bara lögfræðinga, þú veist, bæjarfélagið eða bærin eða við höfum svo sem alveg aðgang að lögfræðingum sem höfum alveg leita til en við þurfum að klárlega að skoða og ákveða næstu skref. Já, ég sé þetta fyrir mig þannig að þetta er náttúrulega ljótt og leiðilegt mál og þessi hegðun þessa embættismanns er fyrir neðan allar hellur. Ég þarf ekkert að segja nafnið hans en hún er fyrir neðan allar hellur. Og ég horfi þannig á hlutina að sveitafélag er ekkert annað heldur en íbúar sveitafélagsins og þeirra þarfir og stjórnsýslan er til að verja íbúana. Þannig sé ég þetta fyrir mér. Ef við þurfum að fá lögfræðing á launaskrá, þá gerum við það, en við verðum að huga að því að við verðum að horfa til framtíðar og erfiðir slagir. Við tökum það saman í hverju eru Grindvíkingar bestir. Þetta er mín persónulega reynsla. Það er samkennd og samvinna þegar virkilega á reynir. Og við hefum sýnt það í félagsstarfinu hérna í Grindavík. Við sjáum, ef þú fittar ekki inn í íþróttir, þá getur þú farið í tónlist, þú getur farið í björgunarsveitina, alls konar félagsstarf. Við erum með fyrir alla og við ætlum að gera það áfram og það eru okkar íbúana allra þarfir sem skipta mestu máli. Ef við þurfum lögfræði deild, þá bara gerum við það, eins og þú segir. Ég ætti ekki að segja þessi hugsa. Já, þetta er nú kannski ekki svona efst í huga mér að fara að ráða lögfræðiteymi, en það er allt í lagi að skoða hvort að við getum veitt einhverja aðstoð í einhvern ákveðin tíma og látið skoða fyrir okkur ákveðin mál. Ég sé þá að það myndi gerast í gegnum viðtölstíma við okkur bæjarfulltrúana eða næsta bæjarstjóra, að það kæmi einhverjar beiðni og síðan það raunverulega færi það bara í ákveði ferli og við myndum vinna úr því. En ég er nú ekki alveg komin þangað að ráða lögfræðiteymi. Ég ætla líka að taka undir það. Ég held að við vinnum þetta, ég sé fyrir mér að við vinnum þetta þannig að við séum bara að pressa og þjarma að þessu fólki núna. Spurning út í sal. Já. Björn Steinar heiti ég. Ég er nú eiginlega bara með spurningu til núverandi bæjarstjórnar. Kannski forsaga aðeins á því að ég leigi hjá leigufélaginu Bríett. Samningur rann út í lok mars. Fékk svo ótímabundin leigusamning vegna þess að það er sala á Grindavíkur eignum sem ríkið keypti.
og bara opin spurning, hafið þið eftir því, og það er nú ábygglega 3 vikur síðan þetta fréttist út, hafið þið eitthvað leitað eftir einhverjum upplýsingum af hverju þetta er að gerast, vegna þess að þetta er algjörlega skjön við að banna skólahald eða tilmæli til ekki hefja skólahald. Hafið leitað einhverjum upplýsingar til ríkisins vegna þessa mála? Og ég vil fá skýrt svar. Já, við höfum sko bent á þetta. Já, þetta er náttúrulega bara, þetta er algjörlega andstætt því sem er í gangi hérna núna. Þessi Grindvíkingar hafa talað að þetta séu held ég 100 íbúðir. 200 eignir. Þetta eru 200 eignir sem að Grindvíkingar búi í. Já, og það var í rauninni, mér var allavega að tjáð að þetta er bara ákvörðun sem er tekin á, held að það hefur verið sagt bara við með þessi Alþingi að selja þessar, ég held að það hefur verið talað að Sko, það var, við hjá Játgerði sendum strax inn fyrirspurn og það til Bríetar. Þau hafði strax samband við okkur. Það var þannig að þegar þessar íbúðir voru keyptar þá giltu lögin í 3 ár. Þessi 3 ár eru að renna sitt skeið og þá sem sagt fór frá skipun frá húsnæðismálaráðherra að þessar eignir skyldu fara í sölu og uppsögnir skyldu fara í kjölfarið. Þannig að það eru gildandi leigusamningar, sumir eru nýbúnar að endurnýja og hafa jafnvel upp í ár, aðrir hafa 3 mánuði, að það er misjafnt eftir leigusamningum. Er þetta nógu skýrt, Björn Steinar? Já, það er eitt sem bara Það er mikrofón. Já. Mér finnst þetta bara svo kjánalegt út í þetta ríkisstarfandi fyrirtæki og það er verið að selja eignir undan okkur og við megum ekki og við viljum kannski ekki búa það sem er í boði í sölu og einhverju vilja koma heim. En nú er þið bara sett í þá stöðu að við mögulega eftir 3 mánuði þegar eignin selst þá þarfst þú bara að flytja. Þeir eru að selja undan þér en þú bannaði samt að flytja heim til þín. Já, þetta er í rauninni bara Og líka út af því að atburðurinn er ennþá í gangi eins og þeir segja það. Af hverju framleggist ekki þetta áfram hjá þeim? Það skil ég ekki heldur. Þetta er náttúrulega bara þessum þversögnum sem að ég talaði hérna áðan sko. Og ég hef mitt bent á það þegar ég var að fundi inn í forsætisráðuneyti að hér hafa til dæmis, og það var talað það að fólk sem að hafnar í rauninni húsnæði í Reykjanesbæ sem að fellur undir félagslegt húsnæði út af því að það er ódýrara að leigja í Grindavík og þegar sko það hefur verið sagt sko margsinnis hafa þau talað að það skiptir svo rosalega miklu máli hvernig samfélagi Grindavík byggist upp og við þurfum að passa upp á það en á sama tíma og aðrir alls konar hópar og þau tala viðkvæma hópa það hafa þau greiðan aðgang að Grindavík og ég sagði það nákvæmlega svona að meðan bíða Grindvíkingarnir, barnafjölskyldurnar sem vilja koma heim upp á Stapa. Þannig að þetta er klárlega eitthvað sem að við þurfum að taka lengra og krefjast bara, já, haldbara skýring á. Mér finnst þetta að vera þannig að þetta er bara skýrt dæmi skilningsleysi stjórnvalda og þetta byrjar bara við viðburðin vegna þess að, ég ætla bara að segja ykkur smá sögu, þegar rýmingin á sér stað á sínum tíma þá fer ég fyrir hönd fyrirtækisins sem ég var að vinna hjá að leita að íbúðum fyrir starfsfólk til þess að reyna að koma okkur fyrir. Þetta Bríetfélag og ríkið, ég var komin með vilyrði fyrir 110 íbúðum. Þessi hópur sem er núna að fara að losa sig við þetta tók og stoppaði með að gera tilboð í pakkan og það fór enginn inn í þessar íbúðir fyrir eftir 8 mánuði. Þetta er bara gott merki hvernig yfirvaldið hefur hagað sér. Og við þurfum og verðum að fá þau til að skilja það. Við þurfum að hafa fyrirsjáanlega búsetu og vita nákvæmlega hvað er framundan. Það er ekki hægt að láta fólk hanga svona áfram. Það virðist nú samt vera hægt. Að það er illa gert.
Jæja, er þetta ekki bara helviti gott? Við bara þökkum ekki kjalla að vera komin að. Hvernig fer leikurinn á morgun? Herru, ég ætla að spá út af því að þið sáu hvað ég var mikið keppniskona en upphafi. Já. Þau ætla hérna á mínútu að nefna alla frambjóðandi. Það var fólki á listanum minn og ef ekki enda á keppni. Nei, ég er að grínast. Ég ætla bara að spyrja ykkur, hvernig fer leikurinn á föstudaginn? Byrjum að þér, Guðbjörg. Þetta er erfitt. Ég trúi og treysti á þér vinnir Naumann sigur og takið þetta á föstudaginn. Það verður góð helgi á alla kanta. Ásrún. Já, mér finnst þetta ekki erfitt. Við verðum Íslandsmeistarar á föstudaginn. Pössum okkur bara að vera í sömu fötunum og öllu því sem við borðum í morgunmat og allt í gær. Og mér finnst sko tilhugsunin, körfuboltan er líkur, Íslandsmeistar á föstudegi, kosningar á laugadegi og svo bara mánudegi bara halla maður sér aðeins aftur. Þingar kannski mögulega. Já, Grindavík vinnur leikinn, það er alveg á hreinu og verður Íslandsmeistari. Ég sé þetta aðeins öðruvísi fyrir mér en Ásrún. Ég held að gleðin verði svo rosaleg að það gleyma allir að kjósa. En nei, svona án gríns á hef ég bullandi trú á þessu og öllu saman. Er það ekki líka þannig? Þeir eru búin að lofa Grindavík 100% aukningu á fjárlögum til íþróttastaðar sem þið verður Íslandsmeistarar á föstudaginn. Heyr. Herru, takk fyrir þetta og áfram Grindavík.